Komið sæl og verið velkomin á skjáinn. Herri, við erum búin að vinna hörðum höndum á kvöldvökunni hérna fyrir ykkur í kvöld og getum ekki beðið eftir að sýna ykkur áreksturinn. En við ætlum bara að bjóða fyrsta gestinum okkar upp á svið og það engin annar en Willi Netto. Ekki allir að ganga gólf fyrir Þórólf? Þetta er bara svo hræðilegt slagur sem hann fékk. Ég geng gólf fyrir Þórólf. Það notar enginn þetta nema írónískt. Eitthvað sem ertu búin að vera að ganga gólf fyrir Þórólf. Hvað sagði þér? Ekki neitt. Líka bara svona ímynda mér þá að tala saman eitthvað svona, já, ég hlýði víði, það er alltaf svona skemmtilegt, það er allir að nota það. Hvað fékkst þú, Alma? Já, við erum öll Alma Navarnir, skilur þetta, ég heiti Alma. Hvað fékkst þú, Þórólfur? Hvað sagði Þórólfur minn? Þórólfur talaði þessari. Ég geng gólf fyrir Þórólf. Hvað þýðir það, Þórólfur? Þetta líka þýðir eins og við þurfum að passa okkur á Þórólf en ekki í kórónuveirunni. Gengum gólf fyrir Þórólf eins og hann sé bara á hverju horni bara eitthvað. Hei! Settu grímuna á þig! Baku einhvern runna, eitthvað Þórólfur mættur eitthvað. Það er skott að segja að ganga gólf fyrir mig sko, annars tek ég ykkur. Náttúrulega við Íslendingar erum náttúrulega ógeðslega góðir í að búa til léleg slagorð. Ég daginn í Hafnarfirði og það var svona búð sem selur heita potta og slagorðið þeirra var ekki dónalegur dropi. Hvað er það? Ekki dónalegur dropi? Ef einhver að selja mér heita potta og segir síðan já, svo bara náttúrulega auðvitað ekki dónalegur dropi. Þá held ég að það sé dónalegur dropi kominn. Og ég veit ekki einu sinni hvað dónalegur dropi er. En ég er samt hræddur við hann. Það er ekki dónalegur dropi hér. Viltu ekki ganga inn í pottingjæskan? Það er ekki dónalegur dropi þar. Nei, ég vil það ekki gera. Ég vil ekki gera það, takk. Líka sko nýjasta auglýsingin sem er að étum íslenskt. Það er svona mynd af tómati með svona opinn og það stendur kynörvandi kuldaskræfa. Rýtu tómatnum. Þú veist hvað þeir eru að segja? Eitthvað svona, ef þú borðar hana tómat þá verður þú graður. Hversu næs? Étum íslenskt. Og svo ekki bara það heldur kærasta mín frá Danmörku. Og hún er að læra íslensku og ég sagði þetta við mömmu og við vorum öll saman í bíl og við erum að keyra fram í Kringlunni og mamma bendir á Kringluna, horfir á kærustuna mína og segir Kringlan, þar sem hjartað slær! Eins og það væri það mikilvægast fyrir dönsku kærustu mína að læra. Eitthvað svona, halló, góðan daginn, Kringlan, þar sem hjartað slær. Líka þetta er svo ýkt slagorð. Kringlan, þar sem hjartað slær. Elsku sonur, mér þykir vænt þig. Elsku kona mín til 20 ára, mér þykir vænt þig. En Kringlan er þar sem hjarta mitt slær. Ok? Þið, flott. Kringlan er þar sem hjarta slær. Og það er náttúrulega ekki bara það, heldur líka með íslensk lukkudýr, eins og SS-pilsur, sem eru pilsur sem éta börn. Það er éta pilsur, þeim fannst þetta bara góð hugmynd. Eitthvað svona, fer maður ekki í dálítið svona heimsbyggilega pælingar þegar maður sé svona pilsur vera að skemmta sér saman, eitthvað svona par, svo stoppa þeir og fá sér pulsu að borða. Þetta er svona með fleiri íslensk lukkudýr, eins og Dreitill, sem var mjólkudrópi sem reyndi að fá þig til að drekka sig. Bara í sjálfsvíks hugleiðingum. Mjólk er góð, please, endaðu þetta fyrir mig og þig.
Drektu mig, mjólk er góð. Er ég ekki flott, please? Drektu mig, ég vil deyja. Ég vil deyja, móðir. Líka, hvernig var fundurinn hjá SS-pilsur svona cirka 1940 þegar seinni heimsstyrjöldin skall á? Hver setti nefan á borðið og segi við höldum í nafnið SS-pilsur? Mjög líka fasistælt að lemja í borð og segja SS-pilsur. SS-pilsur. Ok, slakið á. Við erum alltaf, sko, við erum ekki inn með svona skrítin slagorð. Ég var daginn í Færeyjum í tökur og ég labbaði inn á eina mollið sem í Tórshavn og þar stóð skilti og það sagði bera einn á bankinum í senn. Sko, og ég veit ekki enn þann dag í dag hvort ég hafi verið með 1 eða 2 bank í senn og hvort ég hafi verið að brjóta einhverja reglur hann í Færeyjum með því að labba inn í mólið með meir en 1 bank í senn. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna eitt sem ég las í blaði og reyna að fá okkur til að giska á hvað það þýði. Þetta er á færisku. Frá sunnudeginum 15. október afturlauft að brúka píkur. Það kann hugsast að sumir verða freistaðir að setja píkurnar upp. Undir komandi vikuskiptið ekki ráðlegt að setja píkarnar undir til dómis fryggjadaginn eða laugardaginn, bara frá sunnudeginum. Hvað haldið þetta sé fyrir? Þetta er hvernig má setja nagladekk á. Má bara brúka píkur frá sunnudeginum. Ég veit að það er freistandi að gera á fryggjadaginn, en bara á sunnudeginum. Og náttúrulega þá var ég bara svona, vá hvað færiska hljómar perrarlega. Og þá fór ég á pítsastað. Og þar var pítsaljóð sem ég langar að lesa fyrir ykkur. Eldurinn kissir mig innilega. Ostarleikurinn byrjaður. Mínar saftir bobla, þá ég kenni hitan frá þér, þú vendir og kelar mér. Být bara í mig, hála í mig, strakk mig, fúl mig. Og ég leit á þetta og ég hugsaði, ok, hvað er ég að miskilja hér? Ég fór og spurði pítsastrákin, þá var þetta bara perralegt pítsaljóð, þetta var ekkert færiskun að kenna. Það var bara perralega að skrifa ljóð pítsur með boblandi saftir. Ég væri til að Dominos myndi byrja að nota það. Okkar saftir, það bobla. Dominos. Shit, var ég kannski að auglýsa eitthvað fyrirtæki sem má ekki. Þetta er allt í lagi. En náttúrulega, auðmikið Færeyjar ennþá undir Danmörku. Við erum náttúrulega búin að frelsast frá þeim. Og við getum alveg verið sammála það að þótt færeyska hljómi perralega, þá danska samt ljótasta tungumálið. Þannig það bara. Ég á danska kærustu, ég veit alveg að þetta er ljótt að segja, en þetta er bara ljótasta tungumálið því miður. Og mér finnst þetta mitt svo áhugavert að sjá hvernig þið tækluðu kórónufaraldurinn fyrst, sko. Út af að Danir hata Svía. Þannig að strax og Svíjar voru bara eitthvað we're just gonna let people do whatever they want. It's not gonna be a problem. Just go outside. Natural selection and all that. Just have your beer. Það náttúrulega fyrsta sem Danmörk gerir bara horfa á Svíþjóð bara. Okay, close all the houses. Nobody is allowed to go out of their house. Everybody go to the doctor right now. Everybody take tests and close the borders with Sweden finally. What are you gonna do about it, Sweden? Fuck off, Sweden. I'm here eating flæskesteg. What are you gonna do about it, bitch? Vegan motherfucker. Náttúrulega ástæðan af hverju Danir eru ekki feministar þetta því Svíjar eru það. Þeir eru bara alltaf í svo miklum mótþróa. Frægustu þættinu þeir eru klón. Sem náttúrulega segir alveg margt þá, sko. Og eitt náttúrulega það versta við þennan faraldur að geta ekki farið í H&M í Danmörku. Því það er náttúrulega öðruvísi upplifun. Það er eitt að fara í H&M á Íslandi. En það er eitt sem gerist þegar við Íslendingar förum til útlanda. Þegar við stígum út úr flugvélni,
þá er fyrsta hugsun okkar, það þekkir mig enginn hérna. Og þetta er náttúrulega frekar ótrúlega hugsun, sko. Út af við Íslendingar erum alltaf með ákveðna grímu, sko, því að frændi vinur Jónasar gæti séð okkur að vera að æla einhvers staðar niður í bæ. En strax svo stígur í Danmörku, þá þekkir þið enginn þarna. Og það sést líka þegar við erum í H&M í Danmörku, maður heyrir bara eitthvað svona hinum einn við búðinu, eitthvað svona, Ragga, hvernig nærbuxur notar þú? Og segir eitthvað svona, mamma ekki tala svona hátt. Það þekkir mig enginn hérna. Svo fer fólk eftir H&M og fer bara, fæði sér bjór klukkan 11. Það þekkir mig enginn hérna. Og það er alltaf 2 skipti sem við missum þessa félagslega grímu, sko. Það þegar við erum í útlöndum og þegar við erum full. Og þess vegna er hróaskjaldið í Danmörku bara dýrslega eðli Íslendinga uppmálað. Að því ég var einu sinni að bíða eftir að komast á klósettið og heyri ekki á íslensku í næsta klósetti. Stelpa bankar í klósettið og segir, Ragga, drífðu þig að æla, ég þarf að koma inn að kúka! Rái Íslendingurinn er svo fallegt dæmi. En annars, þegar við erum á Íslandi þá sitjum við stundum á svona ákveðna svona félagslega grímu, enginn að segja mikið hvað þeim finnst eitthvað út af því að frændi einhvers gæti verið að sjá fyrirtækið eða hafa verið að elda matinn eða eitthvað. Og pabbi minn er Portúgali og hann fattaði það náttúrulega ekki neitt. Þannig að alltaf þegar hann var beðinn álit þá sagði hann bara það sem honum fannst. Og einhver tíma spurði honum hvað honum fannst íslenskan mat. Og hann sagði, Why do you do this to the fish? Og þetta var álit hans á Íslendinga, við bara erum að vanvirða fiskinn okkar. En það meikar líka smá sens út af því að við erum ekki með svona, ef við förum í gamla matinn okkar, þá er bara sviðakjammi og eitthvað svona sultað kjöt og hákarl og súr hákarl og eitthvað svona ógeðslegu matur og svo er eitthvað sem heitir nætursöltuð ýsa sem er bara soðin ýsa með kartöflur og smjör. En til að gefa því smá spenningi þá gefum við því svona smá baksögu. Hún er nætursöltuð þessi ýsa. Ok, hvað þýðir það? Vinur, það veit enginn hver saltaði þessa ýsu. Hún var bara söltuð í skjóli næturs. Það hefði geta verið Ólafur Ragnar Grímsson sem saltaði þessa ýsu. Þú veist það ekki. Það er náttúrulega, matamenningin okkar er líka ótrúlega steikt og það er með eitthvað sem heitir kakósúpu. Sko, þetta er bara kakó sem var sett í stærri skál. Þá fengum við allt í einu leyfi til þess að kalla þetta kakósúpu. Hvar enda mörkin? Gæti bara tekið tesúpa. Þú veist, og hvað er þá súpa sem þú gerir í bolla? Er það ekki súpa? Og hvað er að stoppa, þú veist, frænda mínum frá því að koma með bara bjórsúpu sem aðal kvöldmáltíðina næsta jólaboð? Þetta er bjórsúpa, þetta er stærri skál og það er crunchy brauð með. Þetta er bara eitthvað svona kakósúpa. Ég hef aldrei bara svona hugsað út í það. Og líka þetta er það sem maður svona dettur smá í þegar einhver túristi spyr eitthvað svona, What should we eat in Iceland? Some real Icelandic food. SS-pilsur. No, but don't you guys eat like shark and stuff? No. I don't know. Þetta er náttúrulega líka, það er náttúrulega leiðilegt að hafa ekki neina túrista núna sem að getur svona aðeins verið að rugla í sko með því að benda þeim á hákarlinn eða eitthvað svona. Og ég var að vinna í túristafransanum einu svona í Ólafsvík. Og Ólafsvík er lítið bær sko, þannig að það voru margir túristar þarna á sumrin. Og ég fór oft í sund og yfirleitt þegar ég fór í sundlaugina þá voru náttúrulega margir túristar eða næstu bara túristar og ég. Og þar lendum við í smá vandamál út af því að túristar, þeir fara ekki úr fötunum í sturtuklefanum. Þannig að ég get valið tvennt þegar ég fer í sturtu og bæðið er jafn slæmt. Ef ég fer í sturtu þá eru allir með sundskílu nema ég sem mæta á teilanum og er bara Góðan daginn. Fer bara í sturtu eins og einhver freak. Eða ég mæti þarna á teilanum og er eitthvað
No, no, no. This is not how we shower in Iceland. Take those trunks off. You gotta wash your ding-a-ling. I need to know that you are clean. En já, ég heiti Vilhelm Neto og ég þakka bara fyrir mig og ég þakka ykkur fyrir að hafa mig og vonandi var bara gaman hjá ykkur í kvöld, takk. Já, við verðum bara að þakka Villa kærlega fyrir að koma. En, já. Næsta dagskrá hjá okkur samt trailerar og vídeo frá TikTok-nefnd, hlaðvarpsnefnd og svo útvarpsnefnd og smá myndband frá Skemmtó. Þannig að við segjum bara að gera svo vel. Þessi frammistaða ekki til neitt nema ábúin að skamma. Mér sé að podcastnandi betri en við Nefndin í fyrra var stútfull af kóngum og drottningum, einhverju fólki sem var með markmið. Hvað hafið þið áorkað í ár? Þú og þú og þú! Þið verður einhverju! Þetta ekki hægt. Og þið tvær. Þið kallir sjálfa formenn, Þið eru að keyra þessa nefnd og hann í fokkingskurð, Haldið þessa leikmannakynningu Vinstri-græn sem finnar það! Ég horf á útsvarp á föstudum með ömmu og afa og við hlægjum meira en hljóða þessa leikmann. En Dagur, þú veist, hvað með gjafaleikinn? Þú veist, hann var alveg flottur. Þessi gjafaleikur, Þetta var ömurlegur gjafaleikur. Einhver ilmóli að fara að losta. Já, kæri Jólasson, mér langar í ilmóli að fara að losta. Var ekki bara einhver vinkona þín sem vann hennar gjafaleik? Var Draug! Og Tómas, þegar þú varst lítill, þá var hann bara algjörsveppur leitin að Villa. Inn á vellinum og í þessari nefnd ert þú bara algjörlega tengdur í leit að svepp. Kynntu nýjum. Hvað segir, kanntu ekki að klukka það? Jú. Jú? Akkur þá mætti ég 5 og þú mætti 8. Nei, þú veist ekki neitt. Finnst þér þú verið eitthvað fyndin? Nei. Gott. Hver í álfurni heldur þú sért? Ég bara veit það ekki. Þú ert mesti aumingi sem ég veit um. Ef það væri staða sem var í vinstri bekkur, þá var þú fyrst í hana. Sorry, hvað segir? Leikurinn eitthvað byrjar? Sestu bara niður og horfðu kæft. Ég bara trúi því ekki að ég hafi leyft ykkur að grátbiðja mig að koma í þessi nefnd. En það einn hálfleikur eftir, við getum breytt þessu við! Þetta alveg rétt hjá hann, sko. Við erum ekki búin að gera neitt. Og þú veist, eina sem við erum að gera er að láta fólk halda við séum að hafa þess að gaman í gegnum Instagram okkar, þannig að það er skemmtilega myndir. Allt sem við gerum er bara mislefnast. Þú veist, við fórum í nemendakjallarann, brutum eitthvað ljós. Það vorum við. Nei. Ég segi það. Þú skaka, þetta alveg rétt hjá hann, sko. Við erum alveg skítum úr bæ. Ef við ætlum að gera þetta, þá þurfum við að gera þetta 100%. Hver er með mér? Like
Your money. Mac, I'm gone now. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cause my seconds, minutes, hours go to the almighty dollar and the almighty power of that chopper. Sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing on the bridge, pussy poppin', tell the coppers, ha 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 ha. You can't catch them, you can't stop them. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like Orville Redenbacher. Motherfucker, I'm ill. Yeah. A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair, with coconut derriere, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy. He's a beast, he's a dog, he's a motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a goblin? Nothing, nothing, you ain't scaring nothing. On some faggot bullshit, call him Dennis Rodman. Call me with your own beach, call me on my sidekick. There's some hoes in this house, 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 there's some yeah, you dealing with some wet and gushy. Bring a bucket and a mop with this wet and gushy. No. No, 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 no. Exactly. So yeah, they hit me with that one. Doesn't even hurt. At this point, I'm numb. There's no feelings. Wow, that's a great question. I wasn't expecting that question. Okay. Man, I'm finna whip this hoe. Do you know what? Fuck this. No more being down. Let's get the show on the road. Right, let's crank the tunes up, everyone. Må inte det bara en så vänner. Ja. Nu sätter jag apelsiner i kottaven. I wanna rather go blind, boy. Girl burning. Conta in. As crankles in the burgles in the burn. Is a crank in a burn. Sarkensturn in a freckles. Ég ekki skilja. Desperado, sitting in a old Monte Carlo. And I'm finna whip this hoe.
See, don't be on the road too tough, but I still cut through with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil' bro got the poker touch, where we grow up is so corrupt. Fancy me on the block, go nuts, I'm not in my bag, I'm loading. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no involvement. In the trap I stay on my own, I'm home alone, Macaulay coking. YJ no commented that it's complicated, cause the case still open. The boys in blue tryna find them clues in the station, problem solving. Bro just jumped out the ride with a mask on face like he dodging COVID. Jumped off the porch and went my own way, no way I don't owe no orders. Free all the guys and rest in peace to all of the fallen soldiers. The world full up of impactive distractions, so we all lose focus. I think out loud, what comes out my mouth, I can't control it. Live yours on a chain, I'm sold it. Soon come out with a custom clothing. Fuck's sake, you must be joking. Sid's outside of the cup patrolling. How did they know about the ins and outs? Somebody must have told them. See, don't be on the road too tough, but I still cut through with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil' bro got the poker touch, where we grow up is so corrupt. Fancy me on the block, go nuts, I'm not in my bag, I'm loading. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no involvement. In the trap I stay on my own, I'm home alone, Macaulay coking. Buzz Darkaman! Do you read me? Buzz Lightyear responding, read you loud and clear. Buzz Lightyear, planet Earth needs your help. On the way! Buzz Lightyear, the world's greatest superhero, now the world's greatest toy. Buzz has it all. Blocking, wrist communicator. Calling Buzz Lightyear! Karate, chop, action. Oh, there you. Buzz. Ég heiti Bósi Ljósfár og við erum að fara að vekja lítinn busa. Komið með mér. Já, velkomin áttur á skjáinn. Núna erum við með skemmtilega keppni. Það sem að ég geti betur nördið, þá er þetta spurningakenni. Baldvin les upp spurningu og fyrstur til þess að hringja í mig, sem sagt númerið kemur upp á skjáinn og svarar rétt, hann fær... Já, hann fær víst veglegan vinning. Hann fær að velja vestlópeysu. Hann fær annarkvort svarta eða gráa peysa sínu vali. Eitthvað verðum við nú að gera við þessar peysur. Já, þetta er sérst misprentuði peysunar. Já, þetta eru bleikupeysunar, en þær eru ekkert ljótar, sko. Skulum hafa það eitt á hreinu. Þannig við ekki bara vinda okkur í fyrstu. Það held ég. Já, byrjum á þessu. Hvaða kvikmynd var besta mynd ársins á Óskarsverðlaununum árið 2020? Síðan hringi bara enginn. Það væri frekar vandræðilegt. Það væri fucking vandræðilegt. Já, Æ, guð, það er delay. Óskarsverðlaunin frábær. Við fengum fyrsta íslenska Óskarsverðlaunahafan. Já, nákvæmlega. Hildur Guðnadóttir. Með Jókerinn. Jókerinn. Frábær mynd. Frábær mynd. Getur ekki komið með einhverja svona styrlaða staðarind sem að getur betur... Jókerinn. Kottu með eitthvað skrítið. Númerið er upp á skjá. Hérna kemur fyrsta. Já, það komið fyrsta. Velkomin, þú ert í beinni. Já, halló. Hæ, er þetta ekki Parasite? Einu sinni enn svo fólk heyri. Parasite. Og heldur það sé ekki bara rétt hjá kallinu? Jú, byrju, hver er þetta? Herru, þú sendir mér SMS með nafninu og stærðinni og við rettum þessu. Yes, takk, bless. Já, bye. Ég fíla líka bara að við vitum ekkert hver vann. Það er allir að hringja mér núna. Það er ógeðslega margir að hringja. Ég sá bara Já, það er náttúrulega delay. síminn springa. Þú veit það. Ok, en einhver aðili vann. Bara til hamingju með peysuna. Já, hann sendi mér SMS. Ég hugsa þetta. Ok, förum bara hérna í næstu spurningu. Það held ég. Hvað er fullorðinn hundur með margar tennur? Það er góð. Eiki, ert þú hérna hundamanniski eða kattamanniski? Ég er kattamanniski, ég á kött. Já. Þú átt náttúrulega engin gæludýr. Já, engin gæludýr. En ég finnst að það er komið oft heim tíðin. Herðu, sigurvegarinn er okkar eigin Egill Magnússon. Í öðrum Magnússon til hamingju. Hann var með þér í skóla. Já, hann var með mér í skóla. Egill, þú má bara heyra í mér og við græðum þetta. Já, þú ert í beinni. Halló. Halló. Getur þú svarað spurningunni? Hún er að koma hérna. Er hún að koma? Halló, standard. Og við ætlum að fara yfir í næsta. Það er bannað að svindla. Þú ert í beinni. Blessaður.
Og hvað er svarið að þínu mati? Ég ætla að segja 24. Það er því miður ekki rétt, ég Það er þarf ekki þá að rétt. fara í næsta. Fólk er hætt að hringja. Í alvörunni. Ok, haldið Nei, áfram. hérna er komið. Ok, flott. Þú ert í beinni. Hvert er svarið þitt? Svara. 28. Það er því miður ránt, við förum í næsta. Allt og erfiða spurningar. Já, þú ert í beinni. Og hvert er svarið? Hvað er spurningin að þér? Hvað segirðu? Þú er spurningin, hver er spurningin? Hvað er fullorðins hundur með margar tennur? Skella á svona, við erum ekki Við að fara förum í að leyfa næsta. fólki að googla þetta, sko. Já, blessaður, þú ert í beinni útsendingu, hvað er svarið? Það er 42. Og það er rétt! Það kom að endanum. Fullorðins hundur er með 42 tennur. Þú getur sendt mér nafnið þitt í SMS og stærðina og við græjum þetta. Takk fyrir. Já, bless. Já, þetta gekk hérna svona frekar illa, Núna er miðað fólk við. ennþá að hringja, sko. Já, nú, fólk er að fara að hringja í allt kvöld, sko. Herru, En við hérna- hérna... Þetta er alltaf 7 númerinn, sko. Já, væntanlega. Núna er allir komin með svarið, allir búin að googla. Já, núna er allir búin að googla. Núna Þetta vita var allir. svolítið googlanlegt, sko. En hérna, fyrir bara beint í næstu spurningu. Hver gerði listaverk úr Campbell súpudósum? Já, þessi er klassísk. Herru, það er strax komið. Góða kvöldið, þú ert í beinni. Spurningin er ekki komin á byggulega. Herru, það er leiðilegt að heyra. Við þurfum því miður að skella á þig, vinnur. Og við býðum enn. Já, halló. Þú ert í beinni, hvað er svarið? Hvað segirðu? Campbell súpudós. Það er spurt um listamanninn. Listamanninn? 3. Er það ekki bara Da Vinci? Því miður það er ekki rétt, við þurfum að fara yfir í næsta. Þú ert í beinni. Banna að hlæja. Við þurfum svar. Andy Warhol er rétt. Já, Þú getur sendt mér hérna... Þú getur sendt mér upplýsingarna þinnar og stærðina í SMS, takk fyrir. Já, mér heyrist fólk alveg vera að skemmta sér vel. Hérna, þá er komið Gefum þessu smá, við skulum aðeins Gefum þessu aðeins smá, svo að fólk hætti hérna að hringja í greiðeika. Ertu hættar að geta skellt á? Já, hætt. Þeir eru búin að eyðileggja síman að seika. Við ætlum bara að leiða þessar. Já, ekki þar aðeins að skella á hérna fólki sem er að hringja núna, sko. Ég vil að Willi Netto góður. Willi Netto var einhver ekkert eðla að fyndin. Hérna, sketsanir á netinu. Jú, góður. Fucking góður. TikTokin hans, fannlega Mjög góð. gott. Shoutout á TikTok nefnd. Jú. Og Versló Memes sem eru búin að vera að leggja aðeins í hart að sér að drulli yfir Malmö. En ég kann bara með það. Ég baði ykkur að gera og því svo sannlega stóðu ykkur. Jú. Það verður að viðurkennast. Fólk er ennþá að hringja. Ég held við förum bara í næsta spurningu. Já, þetta er enda mjög skemmtileg spurning. Hvaða uppistandari var að fá þátt hjá Netflix? Þessi er góð. Ég ætla að taka símtölunum hérna. Já. Erla Guðrún, veist þú svarið? Halló? Veistu svarið við spurningunni? Hver er þetta? End and accept á hana. Góðan daginn. Já, hann sagði Ari Eldjárn. Það er rétt. Herri, þið sendið bara SMS með nafni og upplýsingum og við græjum þetta. Yes, bye. Ok. Af hverju setti ég símanum? Ég veit það ekki. Þetta var ekki, þess vegna vildi ég ekki nota mitt, sko. Einhver sagði til... Já, við skulum ekki fara til það. Hérna, þá komum við að svona loka spurningunni. Hvenær á Eiríkur Kúldale á afmæli? Leifum símunum að ringja? Jú. Hvenær á hann eftir afmæli? Já. Halló? Nei. Síminn ekki alveg að... Halló? Er síminn bara búin að
Halló? Já, veist þú svarið? Já. Veitirðu svar? 3, 2. Skalla á, Æ, ég já, heyrði sorry. ekki hvað þessi gæði sagði. Halló? Nei! Og við erum komið sigurvegara. Frábært. Herðu, þið sendið á mig hérna upplýsingarnar í SMS. Algjörlega. Bless. Já. Herri, Já, hérna- þetta var rétt. Algjörlega. Er þetta ekki þá bara svona eiginlega komið með okkur? Er ekki að fara að vinda okkur í næsta dagskrálið? Jú, hættið að hringja. Já, allir að hætta að hringja núna. Hættið að hringja. Greiðið ammælisdráttnum að njóta ammælisins. Herri, ég setja hann bara á airplane. Já, herri, við erum að fara hérna vist í núna kappræður. Já, eins og þið sáuð inn á Facebookinu þá var hérna tekið mjög góð mynd af formönnum hérna Treyjunar Freyjunar, Bleijunar, Sveijunar og Rjómans. Já, Miklunar eða Veðurguðinir. Veðurguðinir, vissulega. Já. En sem sagt Baldvin og Bjartur og Jói tóku þá og í smá kappræður hérna fyrr í vikunni og við ætlum aðeins að sjá hvernig það fór. Já, gríðarlega spennandi, náttúrulega mikill rígur þannig á milli. Jú, eins og frakkið er orðið. Já, þannig við ætlum bara svona svolítið að senda ykkur yfir í það. Gjörðu svo vel. Velkomin á kvöldið. Okkar hér í kvöld. Þar sem að Treyju meðlimir okkar, Guðmundur, Andri og Kristján mæta Rjómanum, Óla og Freyju. Takk. Að sjálfsögðu skilja allir ástæðuna fyrir þessari keppni. Það er búið að vera hiti í samfélaginu. Það er búið að vera bíf. Það er búið að vera bíf. Í rauninni byrjar þetta allt á bara áralangri sögu af myndbarnefndum að sína þætti hérna í Bláasal. Þess vegna erum við hér á heimavelli beggja nefnda. Í Bláasal semst. Í Bláasal. Og nú er svolítið kominn tími til að aðeins að leyfa nefndunum aðeins að venta. Ég myndi ekki kalla það roast show. Nei, ég myndi ekki gera heldur. En já, þetta er eitthvað í áttina. Já. Það var einfaldar kappræður, við spurðum það spurninga, þeir fá tíma til að svara og jari jara. Já, og svo undir lokin, eftir hverju spurningu þá fá báða nefndir að rífast aðeins og velta steinunum svona án þess að það sé einhver ein nefnd sem má bara tala í einu. Já, þannig þá fer svona allt í laust loft. Já. En ein spurning, þið voru með tímavél í þessu lagi. Já. Og þið farið lengst tilbaka í Villta Vestrið, setið strá í munninn og þið farið strax á EM sem fáið leið á því eftir að hafa farið í sleik. Nei, þið farið á EM og farið í sleik. Ok. Góð punktur samt. Þetta er mjög góð. Af hverju ekki bara drepa Baby Hitler? Já, þú veist. Af hverju ekki bara drepa Baby Hitler að skoða risaðil eða eitthvað? Eitthvað nett. Við höfum bara enjoyið það. Já, þú veist, þið samt farið til 2019 og eru bara jæja, fuck it, það er allt geggja næsina. Sem bara, ég kom með leið á þessu, ég ætla heim. Þannig að þú ert að miskila konceptið illilega. Ok, hvað er þetta? Sko, þú ert þannig 2019, þegar þú hætti Wuhan, þá voru að bjarga COVID-19. Og þið enginn farið að smakka leiðsögumar. Ég ætti ekki að hlusta á texta. Jú, ég bókstaf að skrifa það mjög. Hvað er tónlistarmyndband? Já. Myndband? Það er bara ein vídeónefnd sem er búin að gera tónlistarmyndband, Rjóminn, þannig að það er eina sem er hægt að kommenta á og ég ætla að leyfa ykkur aðeins að ræða þetta lag með þeim. Lagið sjálft eða myndband? Aðalega tónlistarmyndbandi og lagið, en þeir eru bara að hafa einhver steina það, þetta er efnið í Rjómannum. Sko... Og nú er bara þetta lagið. Ef við byrjum bara á laginu sjálfu, þá er bara vont að heyra. Það er bara ekki gott. Hvað er það sem við hefum getað bara? Þegar við geta bara fengið eitthvað sérfræðing í þetta, ekki einhver trúð. Er það kallað tónil trúð? Já, svona basically sko. Okay. Mixi, bara hræðilegt, masteringin umuleg sko. Þegar þú ert að syngja sko, það heyrist ekki í þér sko. Þetta er bara... Þetta er bara leiðilegt lag. Já, ég var ekki að spyrja, já, endalega. Hafið þið heyrt lagið sem kom út frá Grautnum í fyrra? Já, maður Fastir í 85.
Ég ætlaði að koma upp. Já, það er mjög svipað koncept. Var þetta saman? Veistu, voru að fara... Hvernig farið út að svipað koncept? Þetta er tímavél. Er það í að þetta sé stólið? Nei, það er ekki. Við erum samt að segja, þú veist líka albumcoverið er nákvæmlega eins og framan á vídeónu 80s, samt fóru enginn í 80s. Ég var bara með manni í því. Ég ringi bara í designer og leta hann búið þetta til. Ég hef ekkert að segja. En þá kemur aftur að punktum, þeir eru náttúrulega líka bara með manni í að mixa og mastera. Já. Já, en þeir eru að tala um að við hefum stólið einhver hugmynd. Það er allt saman. Við erum að segja, En þú veist, já. við erum bara að spyrja hvort að þið vissu að þessu lagi áður. Ég var bara að tjekka. Ég á alveg hægt að laga sko, en hugmyndin sko, þetta er ekki nálægt. Þeir eru að fara allir, allt lagið er að snýst um að fara til 85. Við erum að fara til mismunandi tíma, við erum að fara í framtíðina, EM 2019, við erum ekki að fara 85 skiljum. Við erum búin að velta þessum lögum, það er komið að Rjómavaktinni. Nú ætlum við að byrja á drengjunum og leyfa þeim að segja sína skoðun. Sko, ég náði ekki svo að klára vítið sko. Nei, allavega mín persónulega skoðun á þessari Rjómavakt er, ég náttúrulega sá þetta ekki í bíóinu, ég sá þetta bara þegar þetta kom á YouTube. Og þegar ég sá stelpuna leika Bjartfreðarsson og fann ég svona fyrir vondu bræðið í munnum á mér. Ég hugsaði, glimti ég að busta með tennar. Já, því fannst þú vera að stela ekki á. Nei, býttu. Svo fattaði ég var búinn að æla á lyklaborðið mitt. Að þetta var bara hræðilegt. Hún hafði engan veginn að leika Georg Bjartfreðarsson sem ég efast að einhver muni ná að gera. Og bara í heild sína, það var Rjómavaktinn bara, þetta var lélegt. Upptakan léleg, leikararnir lélegir, hljóðið var ekki gott, hljóðið var skelfilegt. Það var bergmál, það heyrðist alltaf hvað var að segja. It's hair whack. It's gear whack. It's jewelry whack. It's footsteps whack. Framleiðsla á þættinum umuleg. Konceptið fín, ég gef það. Ekki nógu vel executað. Nei, ég horfði á 2 myndir af laginu. Laginu? Af þættinu. Já. Og sér slökti ég. En þá getur samt ekki verið að gaggrina það. Ég bara, hann er ekki að segja neitt. Þeir eru með jafn mörg likes og dislikes, skilur við. Já, það er náttúrulega algjörn í mennskólaefni, en ok, ég hef heyrt Óla segja að þeir hafi verið smá svekktir með hljóðið. Já, algjörn. Þannig að það er viðurkennt. Málið var að við ætlum að fá annan mic sem feilaði það á morgun sem við vorum að fara í tökur. Þannig við þurftum að redda okkur öðrum miklu verri mic og við vorum ekki með hennar stöng til að halda hann upp. En af hverju var það að gefa út? Þetta var svona lélegt, eða vissi að þetta var lélegt? Að ég frekar að gefa út efni sem við varum að vinna í allt sumar, það er bara eiginlega bara svona... Voru að vinna þetta í allt sumar? Já. Þetta lélega efni? Og lag, já. Ok. Samt eiginlega við gerðum annað koncept, við beilum á... Já, reynda, við vorum annað koncept. Ok, þið voru að vinna sannst í þessu og einu í allt sumar? Já, við vorum samt sko, við ætlum að gera annað þátt, en það bara klikkaði eitthvað í júlí og þá þurftum við að gera annað, komum aðra hugmynd og skrifa. Ég langaði að hafa content í byrjun á árunum fyrir busana. En við verðum að rósa þeim, bæði bara talandi fyrir þá 12.0 og fleiri nefndir að þeir eru búin að gefa langbæði stefni. Já, en málið með það er, við veljum quality. Við þið eru ekki að gefa út eitt sko, bara vídeo og efni. Og þið eru vídeonefn, skilur. Já. Við erum að gefa út lag sem er í vinnslu að gera myndband. Ok, en punktum þið, við erum búin að gera quality. Fólk sem við erum bara að fá fullt að hrósa fyrir lagið okkar. Við líka, skilur. Ég hef ekki eitt hrós fyrir Bussa. Ég hef ekki hrós skilur frá öðrum aðeins. Þú hef ekki þér fyrir Bussa. Nei, en ég hef almennt heilt fólk talar mjög illa það lag. Ok. Sama hérna, sko, en ok. Þú meina þá... Ég sagði það með tímum, skilur, ég hef ekki, skilur, en... Ég kalla bullshit á það. Photo. No. Hi. Ok. Svo þú telur ómögulegt að einhverjum hafi líka illa við lagið? Alls ekki, en eins og hann vil meina að þessi margir að segja það bara stemmir ekki. Nei, það getur kannski verið einn og einn. Já, alveg. Það er ekki mögulegt að sé hópur sem að líka illa við tímavélina. Langflesti sem heyra lagið finnst þetta gott lag. Ekki myrka mig, ég er alveg saman. Gæstu þetta að heita lagið? Ég er alveg saman. En það voru Rjómastráðarnir kannski ekki beint að heita lagið. Þeir sögðu það Ingi Báður stóð sig vel, en þeir voru meira fókus á koncepti og fannst það ruglingslegt. Mér finnst það bangir lag, ég skildi ekki textan. Þetta er fallið. En þið finnst þið að segja Ingi Báður gerði svona vel. Það má kannski taka fram að hann vann konceptið og textan með okkur. Þannig að hann á hluta af því. Já, Þá er þið basically að drullið hann líka sko.
Nei, veistu ekki þetta drullið. En svo hefur það engin báður í gegn. Skilur þetta? Já, þið er ekki að líka læra einhvern líka hópa og skilur... Nei, alls ekki. Þar ertu náttúrulega með Nefnur sem listamaður, sko. Við erum ekki hnetað, sko. Nei, það er ekki hnetað. Nei, þið eruð ekki. En hérna, þið voru að kommenta á leikinn hjá okkur, skilur. Haldið þið, skilur, að þið myndi geta gert eitthvað betur, það? Leikinn... Bara að leika, skilur, að leika í... Fyrsta lagi, við höfum aldrei fara að gera eitthvað svona rjómavakt eða eitthvað svipað. Nei, það er ekki ykkar. Hvað er það bara? Við erum búinir á einu sketsum og við erum bara mjög jákvæðir með það. Bara spennt að sjá hvernig það kemur út. En þið voruð ekki kannski að taka illum alla, þið voruð aðalega með eitthvað fann hlutverk skorað til. Þið ertu bara ekki allur bara leikinn. Rjómavakt. Ég get nefnt eitt gott atriði, rjómavaktinni. Það er þegar leikarinn kom sem lék í... Haldur Gylfa? Já. Það var eina fyndna. Ég brosti aðeins þá. Þú veist, hvað finnst ykkur rjómavaktina? Þið voru að spyrja leikarinn, sorry, ég greið frá mig. Nei, allt lag. Ég held við hefum getað gert við hefum getað gert betur. En við læriðum ógeðslega mikið af þessu sem við notað í framtíðarþætti. Það er sko, ok, þegar við góðum fyrsta lagi, við erum að læra fullt af því og læra að skilur bara vinstunni í laginu og vonandi getum við gert það betra næst, skilur, og alltaf erum að toppa hvert annað, skilur. Rjómavaktin, hún var fín, við hefum getað gert betur. Ég er ekki að segja þetta besta af þeim, skilur. Maður er að læra á hlutunum, skilur. Og ég veit líka, eins og skilur, já, nei. Ok, en skilur við Árni, hann lærði það fyrsta árið sig í rjómanum og þetta gerði hann, að fór náttúr í rjóman og gerði það betur. En ég meina, svo ég get alveg tala án þess að vera held ég að særa eitthvað, ég meina rjóminn það ár sem Árni var bussi, þess að fyrir 2 árum, þá var þetta ekki byrja skólanum. Hann fekk sinn skarf af svona criticism, skinnskarf, og svo kemur Árni aftur í nefndin árið eftir og þá fekk sú nefnd bara ágætis lof. Nokkuð fína viðtökur, allavega, tel ég mig geta sagt. Þannig að kannski þurfið þið bara að fá hann tíma til að eins og Árni fekk úr meiri. Þið eru meira svona að byggja á the future frekar en að gera, skilur við. En það gott núna. Verið velkomin, kæru vinni. Verið velkomin á skjáinn. Þið eru komin aftur á ræðukeppni milli Rjómans og Treyjunar, eða Miklunar og Freyjunar, hvort sem að þið viljið kalla það. Það er búið að vera mikill hiti hér í kvöld, en við viljum meira og það verður meira. Næstu spurningar, það eru einfaldar. Hvor nefndin er betri og af hverju? Og ég veit alveg hvor nefndin er betri að ykkar mati, en af hverju? Það geta þið saman og komum með svar. Byrjum á Treyjunni. Ég segi mína skoðana, veist mér bara, þó sem að þeir séu búin að gera meira efni, þá veist mér bara læða okkar það gott að slá út rjómavaktina og busast. Ég stiði undir það. En svona nefndarmeðluma séð? Nefndarmeðluma? Þú veist, ykkur finnst þið að tekið betur inn en þeir? Ég það bara sýn bara results. Sko, ég þekki nú ekki alla í rjómanum, en... Þið þurfum ekkert að fara. Má ég koma með spurning? Sjá. Þú ekki fyrst svara þeirra spurningu. Á, ég svara þeirra. Ára komum við aðra spurningu okkur. Ok, ég sé svara þeirra. Erum við að tala um núna í árið eða allt? Núna, já. Við erum að tala um sem vídeónum, það er ekki? Jú. Já, sem vídeónum. Ok, alltaf sem vít, sem nefnd. Þú má bara skilgreina þessu. Vídeónefnd í augnablikinu. Þá erum við betri, af því að... Þá erum við einu sem við erum búin að gera. Það er ekki bóntið. Nei, þetta er fyrsta. Þá erum við, skilur, betri að þið er ekki með að gefa út eitt vídeo. En þeir eru bara að koma með þetta og... En ok, ég er ekki með áspurningu. Þið ætla að gefa út þátt eða ekki? Það getur vel verið. Eru þið búin að lesa lögin fyrir að gefa út þátt eða? Vitið þið? Við erum alveg búin að lesa lögin. Ok, hvernig er þið? Ég bara að lesa upp öll lögin. Við erum bara góðum núna með að þið eru ekki konur í nefndinni. Ég get alveg sagt þið það, við erum alveg búin að pæla því að það þurfa að vera samtal með því tveggja kvenmanna í þættinu, sko. Þið þekki það ekki? En það var auðvitaðleikana. Við erum auðvitað aðeins. Við erum búin að græða það. Þú ert ekki ágjörð því. Þú ert ekki, sko, lagastjórinn eða hvað sem það
Hann sem nefandi skólans kannski telur sinn rétt að framfylgja lögunum. Já, hann getur gert það í sín þætti. Hann er ekki á áður. En af hverju völdu ekki næst Þetta er alveg góð spurning og við hefum alveg fengið spurningur út. Ég er búinn að svara á þessari spurningu allt og oft. Þetta er bara sannleikur eins og núna. En ef við segjum bara að það komu fólk í vita til okkar og við völdum bara bestu. Strákarnir höfðu miklu meira að bjóða en stelpunar þá voru mjög sterkar. Já, þannig að þetta er ekkert endilega svo almennt skilur, bara einstaklingarnir sem komu, þeir stóðu sér bara betur og líka að taka fram að ég þurfti að hafna mörgum mjög góðum strákum bara sem mér langaði rosalega mikið að taka inn en ég gat það ekki. Það er náttúrulega aðstæðan mín. Ég er að segja það. Og það var í rauninni ekki pláss fyrir þessar stelpur sem komu. Það voru ekki margar en sumar að voru góðar. Svo á endanum verður þetta bara survival of the fittest og bara bestið bara komst inn. Og það sem við gerðum er að þessar stelpur sem komist ekki inn, við erum búin að hafa samband við þær og bjóða þeim að vera að leika hlutverk í þættinum okkar. Já, þannig að já, ok. Cool. Alltaf gott að ég vita það. Ég er bara að fara þetta. Mér finnst þetta virkilega góðir punktar hjá Rjómanum í vikuna og verið velkomin aftur eftir auglýsingarhlé. Verið velkomin aftur á skjáin. Þeir eru að horfa á Kappræður, Treyjunar og Rjómans. Spurning kvöldsins eftir þetta auglýsingarhlé er: hver eru betri formenn? Og af hverju? Og ég vil ekki heyra neitt eitthvað, það er ekki búið að gefa út efni, ok, við gútturum það áðan, núna vil ég bara fá svar. Já, ég ekki svara þessu. Sköpur á tvið. Það sem ég hef sorglegast í þessu er að bróðið hinn, Mikael Kapper, sem var í Rjómanum, hann var svolítið að byggja upp í Rjómaveldi. Svo kemur þú, litli bróðar hans, ákveður að eyðileggja það allt. Nefndin er búin að vera alveg sorgleg. Það sem að þið hafið fram yfir okkur, þið fengur reputation á silfurfati. Rjóminn er búin að vera að gefa út efni síðan 2013, við erum búin að vera að gefa út efni í 1-2 ár. Þannig að ykkar hlutverk á að vera miklu auðvitað heldur en fyrir okkur, þar sem við höfum ekkert. Við höfum ekkert reputation og við höfum byggjað það alveg frá grunni. Þið fenguð það allt frí, en þér tókst að klúðra því og það er háborna skammar. Þannig að þú... Það er sjóðandi heitt! Það er sjóðandi heitt í vikuna. Þú ert það bara skilja að segja að við erum bara búin að eyðileggja nefndina og við bara, hvað efni sem við gefum núna út bara munum að vera auðvunlegt. Líka, einn punktur. Það er náttúrulega erfiðara að vinna á væntingum. Það eru hærri væntingar fyrir okkur en ykkur. Þannig að það er miklu meiri pressa á okkur heldur en ykkur. Ólafur, Kapper, ert að taka að þér, ef þið finnst það að vera of stórt verkefni fyrir, af hverju ertu þá að taka þetta að þér? Við sögum ekkert um það. Jú, þú ert að segja að það er erfitt að... Já, ef þið höndið ekki pressuna, af hverju eru þetta formenn Rjómans? Af því að stjórnin valdi okkur sem formenn Rjómans. Af hverju eru að fara í viðtal til þess að taka við þessu embætti, formenn Rjómans? Þú þá að segja að þið höndið ekki pressuna á væntingarnar sem fólk mun búast við að fá frá ykkur. Við sögum það ekki, við erum að segja það er erfiðara. Þú þá bara að segja að við erum ekki hæfir til að vera formenn Rjómans. Nei, ég er ekki að segja það. Ég er að segja að þið hefur átt að pæla í þessu áður en þið fóru í viðtal. Við þurfum að ræða svo far í þau núna og Óli, Dagur, hvori formennir eru betri? Og að hverju? Við erum búin að sjá eitt frá þeim. Það voru ekki ekki bara saman, skiljum við. En þið eru búin að hlusta og tala þetta í kvöld. Þið heyrir hvernig metnaðurinn er og svona, þú veist, finnst ykkur hann góður. Byrjum frá byrjunni bara, ok. Þið voru valdið formenn Treyjunar. Rétt. Já, rétt. Þið völdið inn í nefndin ykkar. Rétt. Engin stelpa. Rétt. Rétt. Ok, og svo voruð að vinna eitthvað mikið í sumar, eða? Mikið. Í tímaverð þá, eða? Nei. Við vorum að vinna í þættinum okkar. Ok, geggjað. Ok, þið eru semst að vinna í þættinum ykkar og svo gefum við öll lag. Og þið eru búin að vinna þættinum í allt sumar þá, en eru samt ekki ennþá búin að gefa út þáttinn ykkar? Ég get útskipt það. Ok. Við ætlum að gefa út þátt fyrst í byrjun á október. Já. Þá skall þriðja bylgjan á. Við höfum engin options, við gætum ekki farið í bíósalur eins og þið. Það var allt lokað, bláu salur eru off. Svo ætlum við að gefa út núna í vikunni á Málfó, núna í lok nóvember. En það verður líklegast ekki. Já. Bara út af aðstæðum. Þannig að kemur það bara þáttir núna næsta ári í vikunni? Mér finnst það líklegt sko. Ok. Og hérna, hvað ætlum þið að gefa marga þætti út? Það bara kemur í ljós. Bara kemur í ljós, ok. Hvað kemur þetta málum við? Þetta eru samt alveg... Ok. Hvað kemur þetta málum við? Ok, ég veit að við erum að gefa mér efni og eitthvað það og það. Skilur við, en við vorum allavega að vinna mjög hart að okkur í sumar og við... Já, ok.
Við gáum allan út skilur efnið okkar, þess fljótt við gátum skilur til þess að allavega myndi eitthvað fyrirstýruna í Vestló. Býtu, af hverju ekki? En skilur, við erum að... Við vildum efla busana, við vildum gefa busunum eitthvað skemmtilegt til að hafa í staðinn fyrir bara... Ég varst að mörgum að fundið þetta skemmtilegt. Ok, það er alltaf bara þín skoðun skilur. Kannski finnst eitthvað þetta skemmtilegt. Ok, kannski já. Já. En skilur, við erum bara að gefa meira efni eins og, þú veist að segja, má ekki... En skilur, er það ekki pointið? Er ekki pointið að vera á góðu formi en að gefa út nógu mikið efni? Já, en alltaf líka kvalitið, skilur, en er ekki líka bara pointið, skilur, þú sem formaður að leggja sem mestu vinnin á þig og reyna að gera sitt besta í staðið fyrir að rekka það niður og segja allt sér ömulegt og við erum bara ömulegir og kvalitið ömulegt og allt er ömulegt. Málið er, við erum að vinna baka tjöldi, þið eru að vinna fyrir fram að tjöldi. Við sendum bara allt út sem við gerum. Við pössum okkur að það sem við sendum út er gæði. Við erum ekki að senda út eitthvað rusl. Nei. Þess vegna erum við að passa upp á það að vinna vel í þessu, passa allt í gæði, að því ég nenni ekki að gefa út eitthvað sem fólk finnst ekki skemmtilegt. Ok, en þið hafa bara gefið út eitt skilur lag, þið hafa ekki sem gefið út tónlistarmyndband. Já, það er hórrétt hjá þér. Já, en af hverju, þið eru þá væntanlega voruð ekki að vinna eitthvað, ekki hætta eitthvað í sumar, því það er komið hvaða nóvember og þið eru getum að gefa út tónlistarmyndband, þið eru ekki búin að... Við gátum ekki byrja að vinna í laginu að við vorum ekki með peninginn. Við vorum fyrst að bíða eftir að peningurinn kæmi inn. Til þess að borga Inga Bóa og láta hann gera allt. Og svo gátum við ekki byrja að vinna í tónlistarmyndbandinu fyrir að lagið væri klárt. Og lagið er bara nýlega klárt. Þannig að þú veist... En við skulum þetta alveg hafa reynd sko, við erum basically með klárt vídeo. Við erum bara að bíða með það. Og sér er myndband bara í vinninni. Við sjáum bara ekki tilgang að gera þetta núna, við erum bara að reyna að bíða vonandi, ég meina, mjög mikið jákvæði núna að skólinn opni á næstuðun. Þið sáum tilgang í að gefa út lagið sjálf, en ekki í mjög. Það er kannski minna momentum, við vanalega hefur sínt vídeo á Bláasal, en Hefði þið þá bara sýnt coverið á tímavélinni, af því að, veist, hvað efni hefði við getað séð hérna á skjánum? Þú hefði getað séð vídeoð okkar, hvað Já, en það er ekki reddi, skilja, Við gætum alveg hendi út núna, sko, en við erum bara að vinna þá meira í því, af því við erum eitthvað sem ekki verið að gefa út núna. Já, ok, segjum svo að við erum með í Bláasal og þið er ekki með tónlistarmyndband reddi, myndið það gefa út lagið ykkar, skilju, fyrst bara skilju lagið, ekki tónlistarmyndbandi. Við höfum alltaf gera tónlistarmyndband með. Af hverju völdu það núna að gefa ekki tónlistarmyndband með? Af því okkur fannst eins og við þurftum að gefa út lag strax. Við vorum búin að gefa út neitt, árið var að klárast, það er nóvember, við þurftum að droppa einhverju. Þátturinn er klár, en við sjáum ekki tilgangi að sína þáttinn bara fyrir framan engan. Ég er að tala um tónlistarmyndbandi, sko. Já, tónlistarmyndbandi kemur alltaf í þættinum. Ok, en þannig að þið ætla ekki að gefa tónlistarmyndbandi eitthvað sér? Jú, líka. Líka það? Það kemur líka í þættinum. Líka í þættinum, ok. Ok, það svarar alltaf spurningum. Vilja Bjartur spili hérna? Nei, ég held að trufli, við getum sett það undir kannski bara. Sjá til. Ljóð eftir mig. Nú töluðu þið rjóma, nefnd sem ekki kann sóma. Treyjan er að taka yfir, það er eins gott að þið séu ekki fyrir. Óli Kaber, ertu búinn að fermast. Allir sjá þig og fá hláturskast. Það sem ég finnst lang erfiðast er af leikskólanum ert komin af nánast. Busa ást, hvaða þvæla er það? Rjóminn á sér ekki lengur stað. Orðspor hefur miður runnið út. Þið getið þurrkað ykkur í vasaklút. Litlu ljótu smábörn, farið nú að synda í tjöld. Mikið eru þið hlægileg og Óli, klippingi þín er skelfileg. Oh my god! Af hverju bara sestu Óla? Nú höfum við unnið þennan leik. Rjóminn þegið ekki breyk. Ekki reyna að staldra við. Við viljum engan frið. Þetta var vissulega ljóð. Rjóminn. Við skrifum aðeins styttra ljóð. Já, það er ekki betra. Trufla ekki. Ok. Treyjan, ó treyjan. Nei, bleijan. Kannski sveigjan eða máski meigjan. Sólbekkir og aflitanir skinfeits og fleira. Getið komið með meira. Ingi Bauer gerði lag. Treyjan söng á það einn dag. Tímavélin var það kallað. Margir töldu vera gallað. 20. öldina var fjallað. Come on, þeir með tímavél. Drepið allan að baby Hitler.
Klappa! Þetta var rosalega fallegt ljóðhöppu og mikið innihald í. Þá kom að lokum hjá okkur í dag. Þetta voru kappræður milli Rjómans og Treyjunnar. Takk fyrir okkur og við sjáum ykkur í næsta atriði. Og verið velkomin. Ég ætti ekki að hlusta á texta. Jú, ég bókstaflega skrifaði niður. Við vorum að reyna að skrifa niður, skilur við, en það var ekkert eitthvað skilur við. Þið viljið meina, að Treyjan hafa aðgang að þessu tímavél. Já, þau nýta hann þessum heimi. Þau bara nýta hann tímavél. Já. Ég skil það að þið. Þetta er bara part 1, sko. Þetta er ákveðin. Ok, er þetta músík part 6? Hæ? Nei, það mátt á bakvið lagi, skilur við. Bara hluti Hérna, af þessu. erum við ekki með textan? Ég er með textan. Getum við að rýta í gegnum hann? Já, Ok, við ætlum að ná textan. Kíkja á textan. Við vorum svolítið að reyna að skoða textan. Og hérna, já, það gekk Við vel. erum fyrir með hann. En hérna, sko, þú veist, nú erum við með 2 mjög klára verslingar hérna. Segðu það ekki klára? Ég segi klára, ég gerði það. Þeir skilja ekki konceptið. Gummi, hvað er konceptið? Konceptið er basically, við erum að fara til einhvers tíma sem við söknum eða viljum vera. Eins og tökum til dæmi Aron, hann fer inn í framtíðina, þar sem hann er orðinn ríkur, baller, skilur. Þetta er kannski... Lexi fyrir á EM, þar sem hann var geggjaði tímar, unnum England 2-1. En það vantar kannski music video eða aðeins fyrir koncept. Já, málið er, fólk skilur ekki konceptið af því við erum ekki konum með music video. En af hverju, hvað er það komið? Tónlistamönnmóti, tónlist. En það gefur að skilja þá fyrir svona menn sem eru hugsandi og eru að pæla. Þetta er ruglað. Ef menn eru klárir, þá ættu þeir að skilja konceptið. Ok. Já, en þeir gera þetta. Ok, Þeir eru ekki klárir. Ok. Já, þú veist meina það. Þetta er bara sem hann segir. Hann er bara að meina það. Ok, við ætlum að reyna í alls í gennum textan. Já. Já, ok, við þið. Ég ætla að skoða það eftir. Ok, já, þið segir hérna keyptið húsið inn á Audablu. Ég heyrði ekki annað en inn á Audablu. Hliðin á Audablu. Hliðin, ok. Ég sagði það. Nóa brauði. Þú veist alveg hvað brauð er. Já, við vitum hvað þetta er. Ég býði hliðin á Audablu. En þú veist, þið farið alltaf þessu góðu tíma og síðan fáið leið á því og þið farið heim. Nei. Jú, ég er búinn að fá nóg. Já, ég ætla aldrei heim. Ég er búinn að fá aftur heim. Ég ætla aldrei. Ég er ekki að hustninga. Sorry. Já, sorry, ég er smá húsnaður. Já. Grein það? Já, við erum góð þessu. Það er litið. Já, sorry, ég er litið. Þessna... Ég veit ekki. Ég var bara eftir að finna út því. Ég eftir að finna kontekst það. En þetta gefur að skilja. Þeir eru búin að vera fulla, sko. Þeir veit ekki um læðis. Þið ykkar tækir bara ykkur. Ok. Ok, þú ert að segja að það var 47 þarna. Þú verið gælið sem er solid 7. Þú kaupir húslinn á Audablu og Nóa brauði. Það er EM. Eftir að fá textar. Nei, ég skil ekki. Er að fara bara að flakka bara eitthvað endalaust fram og tilbaka? Ég var tíma, sko. Þetta er 2 og 1 maður. Já, ok. Og þið nenni ekki að vera það lengur þannig að þið bara skiptið um stað. Ok. Nei. Nei. Nei, ég fer aldrei heim. Þetta er ákveðin einstaklingar sem eru að fara, þeir fá allir nota tímavélina einu sinni og velja sér stað. Svo er droppið sameiginlegt, skilur við. Ég ætla aldrei heim, skilur við. Ég hlakka til að sjá tónlistina. Já, ég er spenntur, sko. Ok, fyrst að tala um tónlistarmyndband. Já. Myndband? Það er bara ein vídeómenn sem er búin að gera tónlistarmyndband. Rjóminn. Það er eina sem er hægt að kommenta á. Og ég ætla að leyfa ykkur að ræða þetta lag með þeim. Lagið sjálft eða myndband? Aðalega tónlist. Og við erum komin í beina útsendingu. Verið velkomin aftur eftir kappræðurnar. Ég og Jóhann erum með ykkur hér. Já, virkilega gaman að vera. Við náttúrulega vorum með þessa kappræður hérna daginn og við erum búin að vera spenntir að þetta komi hérna inn á netið. Við erum að fá góða viðtökur. Já, ég sá að posta hérna að þetta væri bestu kappræður allra tíma. Ég sammála því. Já, ég er ekki að grínast þegar við sögðum að þetta væri besta efni skólaársins hingað til. Þetta var rosalegt. Þetta var rosalegt og klippingin upp á 10 eins og venjulega. Við ætlum að brjóta þessar kappræður aðeins niður en það sem þið þurfa að gera er núna að fara inn á live-eventið eða inn á live-vídeóið á YouTube og kommenta hver vann.
Já. Átti ég ekki að segja? Var það? Já. Fara inn á YouTube og kommenti treyjan eða rjóminn og endilega gaman að koma með smá skoðanir líka sem við getum svo kannski velt hérna okkar á milli. Já, endilega replyið á comments og hérna farið hans og grafið í rökin hjá meðlumum. Mjög gaman að hafa smá hita í þjóðinni á föstudegi. Og vanta allan hita í kommentakerfið, en hérna, þið vonandi reddið því. Þá ekkert, hvað er næst, segirðu? Hvað segirðu? Já, hérna... Er það byrjað? Veitu, hvað með kommentin? Já. Sko, við erum að sjá hérna... Ég er að sjá mikið... Já. Hvað stakk? Það er að rigna inn. Það er... Er Gandrið með persónulegan sigur? Ég sé hérna frá Björgvinni, hann vil meina að treyjan sem er töluvert stærri kjaft. Já, það er svo sem eitthvað til í því, en þetta er rosalegt, ég mæli að kíkja inn á YouTube og skoða þetta. Það er mikið að skipta skoðunum og það virðist vera að fólk sé byrja að fara dýpra í þetta. Fólk er að skoða í hvernig skapi menn voru þegar kappræðarnar byrjuðu, bera saman sem sagt í rauninni almenna líðan keppanda. Já, og svona, og svolítið bara yfir höfuð ræða þetta, sko. Sko, hér sé ég rjóminn sigrar. Treyjan var einum of defensive og tóku svo of alvarlega og voru við það að bresta í grát. Já. Sko, ég verð að vera smá ósammála þessu. Við vildum fá alvarleikan, en... Já, ég verð að segja að hann Guðmundur komið virkilega óvart og færði þessa kappræði svolítið á hærra level. Þetta hefði nú ekki verið mikið án hans og hann alltaf kveikir svolítið í keppinautum sínum og kalla fram hennar baráttu vilja sem við sjáum svo kannski í miklunni sem að kemur svolítið sérstaklega undir lokin. Algjörlega, en talandi um það að treyjan kom kannski með alvarleika stíð, þá verð ég að segja að rjóminn greip það og þeir voru right up there, sko. Algjörlega, og báðir aðalega flottir, en það er vist bara eitt sigurvegari. Já, Sölvi Santos, hann kemur þetta með hot take, hann segir bara einfaldlega, ef þú velur rjómann þá ertu með grindavísitölu sem ættir að telja á annarri hendi. Já, það þarf ekki að fjölur það. Nei, hann hendur þessu bara út. En hann gerir það, hann Sölvi, og hann er flottur strákur, spila fyrir Breiðablik, hann er búinn að vera duglegur í gegnum tíðina. Bjarni Krispjós, hann hendur í pillu hérna á Gummaðandra. Hann segir bara, hann segir hann bara að taka sér smá pásu, fara í kælingu og já, þetta er ótrúlega jafnt. Er þetta jafnt? Eru þið að sjá sigurvegara hérna á tæknideildinni? Það er engin klár sigur, en það er vonandi að við verðum búin að telja atkvæðin og verðum með þau klár. Hvað? Nei. Já, sjátt á Vestlómím, sér að heyra að þau séu að henda ykkur inn. Hvað segja, að kíkja á hvað? Ef að taka meme review? Já, ég til. Getur Gulli hendi á skjáinn? Já. Vestlómím sér ekki lengi að þessu. Þetta er bara, þeir segja hérna. Ég ætla ekki að vera að lesa þetta, sko. Já, ég meina... Þetta er þetta efni sem að nefndur hafa verið að kalla eftir. Það er þetta creative content. Já, ég heyri Baldvin Bjark að tala um það áðan að það væri búið að setja það af stað að það yrði endurskoðun á Morfís-liðinu. Já, vegna niðurstaðinann í þessu? Já, þú veist, hann sá bara þarna sem hann þurfti að sjá til að íta sig í annað ferli. Ég skilja hann. Hvað segirðu? Já, sem sagt... Heimilisfangi á Skandra? Já, Guðmundur Andri talaði við Baldvin, hann vill heyri þér. Skoða þessi mál, það er alltaf pláss í pressuliðinu og svona. Endilega aðtöða þetta. Hvað, næsta dagskrá er samt Hafnarfjarðarvídeóið umtalaða, ekki satt? Jú. Tæknideild. Það er Hafnarfjarðarvídeóið umtalaða, ekki satt? Já, rúndurinn. Já, sko, þetta vídeó er náttúrulega, ef eitthvað fannst kappræðarnar góðar, þá you're in for a treat. Ég segi nú ekki að þið búið í Hafnarfirði, þetta er Hafnarfjörðs finest, eins og þau segja. Og þau búa til quality content fyrir ykkur sem sittir heima og eru vonandi að njóta.
Það er bara spurning... Ballið þumall og félagar. Ballið þumall. Forstrákur sinn og nefndar. Nei, við höfum ekki spoila. Er það ekki... Nei, já. Nei. En hérna, hvað segir tæknindeildin? Viljum við fara beint í næsta dagskrárlið? Já. Við viljum vinda okkur í Hafnarfjörðvídeó. Við óskum ykkur gleði og velgengni í starfi og við leik. Og bara endilega haldi áfram að dæla inn á chati, fáum umræðan í gang og hérna, það er virkilega gaman að hafa samfélagi á hvolfinu. Samfélag, algjörlega. Það ekki? Algjörlega. Takk fyrir okkur. Verið velkomin á Rúndinn. Þetta er ég, Álfur og Baukur, formaður Málfundafélagsins. Já, eins og þið getið gískað þá erum við á Rúndinum. Leiðin í Hagkaupskeðuna. Ég var í endagagsleik í gær, ekkert bólginn. Bara praise the Lord. Sjáumst í Hagkaup. Baukur herra mjög sem verið. En sem komið nei, hingað til. Ég verið kallaður herra netusmjör, veist. Nei, shit, wow. Hérna, afsakaði, hérna, þú ert þannig gaurin eða ekki? Nei, ekki. Nei. Býtu, þú ert í sjónvarpið, ekki? Jú, ég er rosa frægur. Ó. Hver gætt það væri? Hvað ætlum við að gera? Ég er semst að fara að reka busan minn úr nefndinu minni. Halló? Hæ, þetta er Álfur. Já, hæ. Hæ, hvað segirðu? Allt fínt bara. Ok. En þú? Já, ég er með fínu leiðilega fréttir. Já, ok. Og það því að, ég er búin að vera að tala bara við bara fólki í nefndinni og eitthvað svoleiðis og við erum búin að vera að taka stöðuna og svoleiðis og af því að við getum ekki gert neitt út af COVID og leið og við getum byrjað að æfa eitthvað þá erum við of mörg í nefndinni til þess að geta verið að gera eitthvað og við erum búin að vera að tala saman og við höldum að þú getur ekki alveg verið með þetta ár, bara því miður. Ó. En ég er búin að tala við formenn Arkarinnar og þau eru svona blaðanefnd og ég held að þú verður ótrúlega flott í hana og þau eru meirinn til í að taka við þér. Já, að þakka mér það. Já. Langar þið ekki í örkina? Af hverju langar þið ekki? Herri, nú erum við öll úr Hafnarfirðinum, en hérna, hvernig þekktust við eitthvað svona aðeins fyrir? Þú veist, ég var með Baldvin í handbolta, sko. Ég var með Bauk í handbolta. Og hérna, hann var alltaf þessi svona þögla típan sem maður vissi bara að þegar maður búinn Ekki kom með the hot tub story, sko. Maður vissi bara þegar maður búinn á handboltaæfingu þá fór hann upp í bíl til mömmu sinnar og var, þú veist, ég skoraði 7 marka og síðan bara gjörsamlega sprengdan þá hugmynd sem ég hafði á honum. Við vorum í hérna heita pottinum, Jóa félag okkar, allir í liðinu og sem sagt áttum að fara til Ísafjarðar daginn eftir keppnismót og þetta átti að vera svona styrkja liðsheildina og vinur okkar Jói býður upp á Powerade, hann blátt, negla sko og það hefur farið eitthvað vitlust í Baldvin af því að hann var bara klikkaður. Á Powerade? Hann bara byrjaði bara að missa vitið. Já, þetta var alveg fáránlegt sko. Freestyle rappaði, ógeðslega mikið. Það þið náttúrulega hafa gert það. Hann kom samt með geðveika línu, það var hérna Yo, I'm from Iceland, I am made of ice and my soul is so cold that I fucked your wife twice. Þetta kom Baldvin með í potinu. Sko, við erum að fara að stunda elsta sportversling allra tíma. Er ekki hægt að kveikja ljósins svo við sjáum balla í þessu. Baukur er að fara að skota bíl. Fyrirmynda stjórnarmeðlimur. Stressaður. Herri, við erum að fara að skota hérna, marstaðana. Herri, let's go. Please segðu mér hann skota á droppinu.
Let's go. Og núna erum við óþægilega nálægt þeim. Óþægilega, Þú varst að lengi að þessu. Ég upplifði annað eins. Holy shit. Löggan var sem sagt að mæta. Löggan mætti sekundubrótið sem við skottuðum bílinn. Gaur, ég ángast hræddur að löggan sem var að stoppa, sko. Ekki að reyna að byrja. Herri, ég verði þetta 18 ára bara á föstudaginn, en ég frekar góður. Ég bara að keyra bílinn, sko. Ég er að hringi í Styr morfísþjálfara og segja honum að við þurfum að reka hann og Guðna af því að þeir eru að rukka okkur alltaf mikið. Virðulegi forseti. Sæll Styr, er ég hitt eitthvað illa á þig, eða? Bara ekkert sigur og neitt, við ætlum bara beint að málinu. Ég er að hringi út af því að Baldvin þorði ekki, hreinlega. Hann er bara brotinn eiginlega heima hjá sér af því að hann vill ekki tala við ykkur, vill ekki horfast í augun við ykkur. Ég var að tala við Baldvin á það. Hvað segirðu? Já, ok, þannig að ég var bara bandið við Baldvin á það. Já, það er sem sagt greinilega að koma eitthvað upp í millitíðinni þá. Já. Og sko, ég ætla ekki einu svona að byrja á allri launaumræðinni, en þetta sem sagt allt þetta mál síðst niður á henni út af því að það er náttúrulega ekkert í gangi og við fáum ekkert inn í nemendafélagið og við höfum bara ekki efni á því að vera með öll útgjöldin farandi beint í vasana ykkar. Þannig að við bara gerðumst tilneytt til að taka tilboðið frá öðrum morfísþjálfurum sem er talsvert minna. Þannig að segja okkur upp eftir að við erum búin að skrifa undir samning og ráða okkur annan? Já, samningurinn tekur náttúrulega ekki gildi strax út af keppnisárið ekki byrjað. Þannig að við erum að segja ykkur upp, já. Já, eftir að við erum búin að taka spil og þetta pröfur og við erum á leiðinni æfingakeppni til viku? Já. Ekki eftir eitthvað að fokkið heimskuður? Hvað meinarðu, Styr? Hvað er það konfett í hausnum það? Nei, Styr, þú þekkir hvernig þetta er, þetta er bara, þetta er harður. Ég lærði bjóðan svona helvítið kjaftaði frá einhverjum gormi í menntaskóla. Það er búið að bjóða mér þetta fullt af launum. Já, það er bara lappi burti og hvaða séu þess að þetta ráði í starfi? Þú þekkir það. Ég er náttúrulega fylgi þeim samningum sem ég skrif undir og fer eftir nafnlind. Það fylgir þeim samningi sem skrif undir? Já. Já, og svo ertu að reyka mig eftir að skrifa undir samning? Hvað er eftir? Ég ætla að... Getur ekki bara að heita á mig? Þú segja aðeins saman? Nei, ég vil helst ekki vera að því. Ég var í endaöxl. Ég verða það, ég tek þig og ég berði þig eins og harfisk ekki. Það kann enginn að rista brauð. Ég heiti Reynir og ég ætla að kenna ykkur að rista smá brauð. Jæja, Atli, hvernig líður þér eiginlega? Mér líður eiginlega bara helviti illa, sko. Já. Af hverju? Nei, heyrðu, ok, það er nefnilega komið að mín tweets. Já, það er nokkuð ljóst að þið þólið okkar ekki. Já, það bara... Hér er mín tweets. Áfram með það? Tefja? Hvað er málið með flugvélar? Nei, hann er að gefa ykkur merki. Ha, stjórnin að lesa mín tweets, fucking hóvar, langar að tóta ykkur. Viva
Það vita allir að kærasta Jóa Labbas mun hætta með honum beint eftir Versló. Gauti Björn ætla bara að leyfa vini sínum að taka þátt í viðburðum, engum öðrum. Það er bara að vinkast um mig. Kennar sagði henni svona óvart að við ættum að gera körukynningu en hann ætlaði að segja glærukynningu. Ouch, ok? Að litlu bróðbjörn sé svona miklu nettar en hann er að bit sad. Hann er ekkert eðla nettur. Hjá hverjum er Rebekka alltaf að sofa hjá til að skeppa á vælinu? You'll never find out. Baldvin Bjarki klúðraði viljandi peysunum fyrir athygli. Þú fékkst fleiri póst? Já, ég fékk fullt af póstum. Þú pósta mikið að henni upp á við. Alfreð lítur út eins og breska versjónið á öllum heitum ljósarðum bandarískum leikonum. Ok. Ok. Takk. Ekki skot, bara þakkt. Allir því hefur kann gerði. Býttu, er stjórn? Nei. Bjartur vegi mál og feir með Kallvigni og Sigga Hakkara. Lúkja og drengnum kemur land. Alveg mál feir. Hvað gerir Eiki þegar hann er í brennandi byggingu? Eiki spretta, eins og engi spretta. Nei, joke, hann myndi örugglega ekki spretta. Hann myndi örugglega nefna öll vötnin í Finnlandi, fucking getur betur nörd brókaði lúði. That's a bit mad. Jói Labbas er eins og vondigæinn í Wallace and Gromit. Googlið Lord Victor Quatermain. Rebekka er vel verðskuldaður stjórnarmeðlimur. Hún fekk 1 atkvæði betur en Herdís. Örugglega eitthvað lesblindur sem gaf henni það námið. Takk þetta. Takk hana. Sjáttu þann eina lesblinda. Gauti er alveg formaður síns nefndar en þú spalvið þumallin meira svona strákur, jafnvel húð. Hvað þetta eiginlega þýð? Strákur. Af hverju er Alfreður í stjórn? Hver er það bara? Það er góð spurning. Hvernig er það? Er Gauti búinn að borða gulla eða? Ekkert heistur honum síðustu helgi. Two and a half menn voru hringja. Þeir vilja hafa Gauta, Atla og Baldvin aftur. Ég fröða þessi. Hvað er fókunum með Kara? Hann er ekki að fatta þetta. Það er að segja á sér fróða. I have never seen two pretty best friends. Hafið þið séð vinkonu Rebekku? Hint, hún er the ugly one. Ok. Bjartur er gott dæmi að feita með. Það geislar á hann veikleiki. Fýtt gæi svo. Eiríkur Kúl tapaði getur betur. Ekki Gulli, bara að segja. Ef þú vilt komast í stjórnina, þá horftu bara eitt. Athyglisíki. Af hverju er Baldvin svona fucking ljótur? Það var spesík. Rebekka er ekki jafn heit og mamma sín. Nei, sjáttu það með. Alfreður fílar örugglega Nutella fyrir sleipiefni. Beinagrindin hans Sveins Björnssonar vaknaði, fann húð og varð svo bara forseti ennum að við. Gauri á ammanni sko. Ekki ammanni. Eini meðlumur í stjórninni sem er skemmtilegur og veit hvað hann er að gera er Sigga Beinteins. Þetta er klassískt sko. Gauti lítur út þessu gíraffi. Ég hef áður fengið þegar ég lappa út úr Húrra Reykjavík og gæi vildi berja hann eitthvað. Þetta er svo fór gíraffi. Bjartur lítur út að vera mikill áhugaður og leka. Gleðilegan föstudag allir. Ég vona þið skemmti ykkur fallega. Nema Baldvin. Hann þarf að setja smjör á skallan sinn og skalla eldhúsgólfið heima hjá sér. Jói er með mjög lemjanlegt andlit. Bjartur lítur út að vera rosalega vel hanginn, en er það ekki. Kveðja stelpunar og markastend. Já, þetta var ekkert eðlilega leiðilegt.
Ég kom svona ágætlega út úr þessu. En menn eru almennt litlir í sér. Við spurðum ykkur á Facebook hvort þið vildi sjá 10,000 calorie challenge og þið töluðu, fólki talaði, svo við gerðum það fyrir ykkur. Já, og kannski ef þið sjáið stærðarmun á mér að Gauta, kannski er hægt að giska á hver gekk betur. En það var alltaf komið ljós. Já, sko líka þessu viðlæðinum, þetta er erfiðara heldur maður heldur, sko. Þetta er ógeðslegt. Tók á sérstaklega í endan, það fór að vera meira og meiri tíma á milli máltíða. Já, klukkan 4 eitthvað út í Hagkaup að kaupa eitthvað Nutella. Það var sárt, sko. Já. En annars bara hendum við sér í gang, njótið. What is up guys and welcome to the vlog. Þetta er venjulega, ok, núna. Ég var að vakna fyrir 10.000 calorie challengeið og ég var að borða kjötsúpu. Og strákarnir eru á leiðinni til mín. Það er ekki fleiri það að segja. Ég, Joe, Bjarni og Atla taka 10,000 calorie challenge. Þetta verður skítlegt fyrir mig, ég veit ekki með þá. En þetta snýst það náttúrulega bara að neyta 10.000 kaloríur. Þú mátt ekki drekka en það er skítlegt. Takk fyrir að benda á það í kommentsbyrgisni, kann að meta. Skítlegt, 1.000 kaloríur komnar. Ok, fuck hvað þetta er kjafnlegt. Ég heit allavega Atli. Ég er fyrir nefndu félagsins. Og ég ætla að byrja daginn á því að borða cirka 270 kaloríu croissant, 150 kaloríu skinkuhotn og svona 170 kaloríu hreinuring. Og já, við bara byrjum á því. Heyrðu, ég er að fara að byrja í challenge'inu mínu og ætla að fara að kaupa mér eitthvað að borða. Og já. Af hverju sagði mér enginn að mætti ekki geima kólabeiguna nótt í? Oh my god. Það sem mamma mín sagði alltaf að mig og Gauti, ef þú ætlar að gera eitthvað, gera það rétt. Þannig að við ætlum að byrja daginn á rétt. Þessi strákar eigi ekki séns í mig, ég á hana leik. $500 kaloríur, rétt. Þetta er grömm súper. Bara smá millimál. Ok, sko ég held að núna er tíminn þar sem manni líður eins og maður geti borðað allt og þetta sé ekkert mál, þannig að ég ætla að reyna að halda því út, en þetta er það sem ég er að fara að borða: pizza, 2 donuts, hafrakaka, mjólk. Drikkinn telst ekki með. Ertu kamerashy? Nei, bara ef þið hægt inni á þessu skipti. Ég sést ekki hér. Thank you, brota. Thank you, son. Mættir í nammideildina, Atli sýndi þessa körfu. Förum aðeins yfir þetta. Ok. Þetta cirka. Þetta er 1200 per. 1200. Þetta var hvað, 1200 líka? Eitt svona pakki. Þetta er 350 kaloríur. 350, 1200. Síðan auðvitað major key fyrir þetta challenge er Ben & Jerry's baby. Ben & Jerry's. Per 100 1000 kaloríur cirka í þessu. Það var dýrt satt. Ok. Ég er að segja ykkur núna, mér langar ekki einn hlut sem verður svona. Nei, ég er sammála. Ekki einn hlut. Við erum rétt byrjaðir. Eitt pakki. Eitt pakki mætt. Þetta er 10 skall á ógið. Wow, heyrðu, Atli, það er tilbúð fyrir fólk eins og þau. Hvað? Og hinn á skilningur? Takk fyrir. Ég var ekki nýtt. Ægist. Ég verð svo stoltur að mér að klára þetta.
Smakka þetta. Þetta er annað gott, ég hef aldrei komið það áður. Þetta er gott. Þriðjunga dæmið henni. Hæ? Hvað árás þetta? Ég er lengi búinn við. Kláraðu þau fucking kartöflur. Það er 2 kaloríur í þessu. Þú ert officially mesti villamaður sem ég sé allt. Og ég ætla ekki að borða eins og lauk. Ég borðaði 1300 kaloríur í morgunmat. Hvernig fokkanum allir er skinkuhotn 1000 kaloríur eða eitthvað? Nei, ég aldrei skúklaða. Og skinkuhotn. Hvað sagði, 170? Nei, 100 og það er 500. Nei, það var svona skinkuhotn. Það er mjög starra og metru meira drast í því. Það var 500. 550. Já, downgradum hann 300. Nei, já. Taktu upp bjalla, hann myndin. Ok, svo það þurfum að leggja bjall. Bjart einnig. Nei, einu ástæðan fyrir því að það er einhverjum menn hérna persónlegar árásir ekki. Þetta er búin að borða hálfa kjúklingabrauð eða hvað það sé það. Veitu hvað ég gerði þegar ég var lítill? Hvað? Ég var svona saddur og það var eitthvað sem mér leist ekki alveg vel á og tók ég svona ká, vafði utan restina af matnum, setti hendina við búið með mat og hendi svo í ruslið og fór niður í tölvuna. Ég er alveg að nálgast 3 keik, sko. 2,5. Það var klárað þetta á 2,6. Já, 2,6. Borðaði 750 millilitra af súpu. Ég borðaði 3/4 af súpunni í morgun. Það eiga að vera eitthvað 1700 kaloríur. Það getur ekki verið. 2600 kaloríur. En þetta er súpa, Bjartur með 1000. Ég átti að borða 2600 kaloríur súpu í morgun. Ég trúi ekki. Nei, ég sé. En ég er að spá í alveg stóri. Ég er að spá, hvernig ætlaði að fara að hlaupa ef þið eru búin að borða svona mikið? Það er mjög fint. Alli, segjum að ég væri á dánabeði mínu. Ég myndi bara að koma að gera segjum að mér væri bara liðið illa. Þú værir númer síðastur í rauðinu til að fá harinn. Þetta er bara frábært challenge og okkur líður mjög vel. En ég borðaði svolítið sterkan morgumat, einhverjar 1400 kaloríur. Bjartur, eins og sjá, hann fór að kúka, hann er struggling. Thank you, Guði. Við erum allir saman í þessu. Við erum allir saman í þessu. Ég er hérna. Ég er að skilja eftir hálfvatnið. Fólk hlýtur að gefa mér það. Fólki er erfitt, sko. Nei, ég er að draga það frá. Ég er þessi hérna. Hætti mig, mamman. Það er ekki með eitthvað lítið. Nei, ég verði að muna hvort ég borðið þetta allt, boys. Já. Fuck, hvað við brá maður, shit. Og flexa best mikið getur. Leiti vel út, eða? Þú leist ekki annað vel út. Ég held að það sé ekki mikið til nein. Veistu sem að þetta? Nei, það er svo. Með þetta. Let's go. Come on. Já. Hann ertu. Já, með það. Easy. Já. Ást á því að borða kaloríur, ætlum við líka að brenna kaloríur. Við ætlum að ganga 100 í bekk. Come on. Lífið. Hell yeah! Ok, næsta máltíð okkur, það er American Style. Við vorum búin að lofa að gera áskoranir og það sem við ætlum að gera núna er að einn af okkur þarf að fara inn, bera ofan. Það er bara spin the wheel. Fucking spinna þessu. Thank you. Nah.
Nice throw. Yeah. Hún kom með 2 byrja. Hún veit ekki hvað hún byrja með. Þú voru að klára það? Mér langar bara frekar að taka alveg og hoppa frá byggi. Þú varst ekki að æfa. Þú verður að fara með þér á æfa. Ég geti auðvitað að fara að nota það. Staðan, þarna við allir erum búin með svona kringum 1200 kaloríur máltíðin okkar. Búm og búm. Þannig að Joe og Bjarli eru það að vinna í sinni. Ég kom henni samt langt. Já, hann er fröldum eftir en Bjarli maðurinn er síðastur eins og alltaf. Hann er með þá töfralausn, hann ætlar að æla á eftir, segir hann. Núna? Er það? Já, ég er það. Hvar? Nei. Hvar? Þetta var hann. Bara klára. Gauð, passa þetta ekki. Tefnilega 4000 kaloríur komnar. Ó, nei, nei. Ó, það er sárt að sjá þetta sko. Ég er bara að veita úr hetja í mínum augum. Ándjóks. Ég finn vassmjör hann í nafni sem ég borðað á. Það er meira, það er meira. Keypti húsið inn á og við ætlum að nýta tækifærin. Í átta getur enginn stoppað mig. Í átta sig og bygg. Stöðin á Atli Baldur Atlason verið kastaður í vídeo fyrir þetta lag er 1. Þannig að við ætlum á hamborgarfabrikuna en hún var lokuð alltaf. Þannig að skemmta þess að við vorum hamborgarfabrikuna alltaf. En það var candy. Það er candy. Touchdown everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere. Þegar við klárum þetta og fáum okkur smá eftir, þá varum við komin í 6.000 kaloríur. Svo erum við ís heima, sem er 1.200 eitthvað. Þá erum við 7,2 k, fórum við nammið upp í 8.000 og svo fyrir harkan sko. Það kom okkur upp í 10, senast 2 k. Nei, ég er ekki Dominos. And let us know if you guys at home want to see us eat at Domino's. Put a like in the comments. Atli, þú fyrir alltaf að kúka við hverja máltíð. Ég útskýrði það fyrir náðan, þetta er eins og clockwork sko. Það er nákvæmlega nógu mikið pláss í maðurinum fyrir eina máltíð og leið það þarf að borða meira, þá fer ég bara að beita klósetti.
Hann útskýrði þetta ekki fyrir okkur. Hann sagðist bara að vera með niðurgang þegar það var off camera. Og sjáðu, ok, nú ætla ég að kenna fólkinu heima hvernig maður borða hotting. Ok, það sem hann gerir er, brýtur endan, snýrð. Ég var nóg kenni. Það er bara kúl og ólögulegt að vera lengur en 9. Ok. Þannig að það var að fáður að við svo tekja þetta með sér. Já, megum við fá loka á hot... Megum við fá... Það er mótt að mikið skömmu. Já, ok. Megum við fá loka á hotvík svona? Vil ég fá... Ís. Hvað er þetta? Við erum sérst núna, ég er á 6500 kaloríum. Nei, það? Jú, það ekki. Ég held allavega. Ég er á 5600. Kaloríukanturinn segir okkur. Allir með að þú segir þá vinnum við. Þessi ís mun koma mér upp í 7500. Svo fer ég eitthvað nammi upp í 8500. Hann segist bara 2800 kaloríur af kjötsúpu í morgunmat. Google, gerið heimaðurinn ykkar. Dagmáni sagði hann er bara 2 skálar af kjötsúpu. Og hann segir 3 máltíðum á Safran og Fabrikunni. Nei, og American Style. Herru, það er ekki einu svona meira en þess að 2 kjötsúpuskálar sem að Bjartur borðaði í kaloríum. Fyrir mig þetta rétt. Ég borðaði skálunum mína á bót og kláraði skáluna strax. Við erum búin að fara yfir þetta. Já, og hvað voru það margar kaloríur? Ég sagði þetta kaloríucounter. 55. 2800. Ég er svolítið Buxnalaus hálftökstíð. Fine. Hands off. Þetta er ritual. Ég er náttúrulega ekki plöttur að stjórna þér. Þá máttu ég setja þau annar stað. Það skal bara fara úr húsinu. Nei, það má bara Nú er allt svona 7000 kaloríur í líkamannum. Menn eru komnir úr buxunum. Menn eru komnir í starffræði. Menn eru komnir í sófan. Menn eru komnir í fjármálin. Það hefur eitthvað kveðið fyrir Óla Rek. Bjartur er byrjað að drekka ísinn sinn eins og hann var að tala um hann. Þetta er bara ekki það sem maður ágera, þetta er ógeðslegt. Ja, klukkan er núna fucking 3, meira en 3 og þarna við erum allir komið máltíð sem að kemur okkur upp í 10.000 kaloríurnar. Allavega þeir eru hérna með kíló af hnetusmjöri sem var í og akkur út að fara með því. Miklu erfiðar þetta bjóst við sko. Ég ætla alltaf að henda mér í hann ís sem er 2000 eitthvað kaloríur. Þetta er hagg sko. Og allt þetta er bara gamla kjúklingabita og eitthvað snakk. Flott hjá honum. Ég ætla ekki að ljúga okkur, við heldum að öll vonum hérna úti. En svo risum við upp úr öskunni, eins og Fönixinn. This right here, 2500 kaloríur, cirka. 1,3 lítra ís. A topless hour til að klára þetta af. Lítið ís. Bottomless hour. Bottomless hour. Dirty Joe. Hvað bankaði í? Það eru 6000 kaloríur í hnetusmjörni, þannig að fyrst eru 2 deyrir þessu, þá þarna... Þurfti ekki bara að Þannig að þarna kláraði helmingin af þessu. Klukkan er 5:30. Við erum með lokatölur, þú veist. Já, lokatölurnar koma á skjáinn núna. Já, hjá okkur þremur að rétt hefla 9.000 á hverjum þrem og hjá Gauti er rúmlega 9. Það er hérna með ísis. Ammalið var svolítið búið eftir að við vöktum mömmu Bjarts tvisvar sko. Já. Skrítla sagði þetta væri búið. Skrítla offa þetta hjá mér. Við erum búin að vera eitthvað, að þeir eru búin að vera að edita vídeo og ég er búin að vera að spila skák. Þetta var í lók. Þú varst með tengarflöð. Ég veit það,
Ég kann ekkert á þetta sko. Ef þú ert ekki að svitna, þá ert að fitna. Ef þú ert að borða jafn mikið á við og svona hversu mikið svo svitnir, þá myndu fitna. Það er ekki að næði búið. Það er alltaf svo, ég er að búna sér. Það er hvað að gera þarna? Kristás, það var blóð? Já, hörru. Hvað að gera þarna? Hörru. Þetta er content. Já, þú náðu þessu. Þetta er alltaf hann. Velkomin aftur góðu gestir. Við stjórnum viljum þakka fyrir góða kvöldstundin í kvöld. Þannig að við viljum sérstaklega þakka líka Gulla, tæknimanninn okkar, skólayfirvöldum fyrir að halda þetta og já, fyrir að leyfa okkur að halda þetta. Og við segjum bara velkomin Sviss, Snorri og Bríett. Takk fyrir okkur. Let's go. Herðu, bara úr skonnum og höfum að smá kósi. Blinduð af þér ég mála upp mynd sem ég sátt með en þú lappar með skambissu og dregur hann sliðinu og miður hann á allir kring með höndina á sylgjuna og sveifluna og lykkjuna ég lít alltaf undan að því brosið á bláu augun dáleiða leið eitt augnaráð að ég hafi dálegu kúriki kottu mér á hestinu hvernig væri að líta inn á við þú ert ekki einn í heiminum hættu að skjóta mig niður þú ert ekki James Dean því miður rálegu kúriki rálegu kúriki fæ engin viðbrögð þegar ég syng þig ástarlög og stráið þitt í munnunum og stóran átt á höfðinu og starið bara áfram megin og gleymið þér í sjálfhverfu og neita svara upp á stjörnu bjartan himinin brosið á bláu augun dáleiða leið eitt augnaráð að ég hafi rálegu kúriki kottu mér á hestinu hvernig væri að líta inn á við þú ert ekki einn í heiminum
Herðu, það er svo gaman að fá að spila fyrir hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manns. Geðveikt. Það er svo ógeðslega langt síðan ég fengi að spila fyrir fólk og þið að heyra plötuna mína, ég er að fá að syngja hana fyrst skipti þannig að það er bara let's go. En ég ætla fyrst að taka hérna eitt gamalt og gott ef þið vilja heyra eitt þannig. Og ég veit að það er partí og ég veit að jamma og dansi núna aðeins með mér. Ekki standa upp, sestu niður, ekki vera feim með mér, reyndu bara að koma þér fyrir, þannig að sjáu mig vel. Ekki taka augun mín að þér. Já, gottu hérna, gottu fyrir, ekki vera feim með mér, langar bara að taka þig yfir, langar að taka þig með mér. Og ekki taka augun mín að þér. Nei, ekki vera feiminn fyrir mig. Ó, nei, ekki vera feiminn. Þú mátt alveg koma. Ekki vera feiminn. Það er ömurlegt hérna. Hjálpaðu mér að neppa niður. Segja á þetta þegar þú býtur, bara því að það er þú. Bara því að það er þú. Ekki annan en bara þú. Þú hvað sem ég vil þegar ég hreyfi mig. Má gera hvað sem þú vilt, þú fær leyfi til. Nei, ekki vera feiminn við mig. Ó, nei, ekki vera feiminn. 1, 2, 3, Ekki vera feiminn. Þú mátt alveg koma, Ekki vera feiminn. Leyfðu mér að toga þig við og sýna þér allt það sem að leynist innan mér. Leyfðu mér að toga þig mér og sýna þér allt það sem að leynist innan mér. Geðveikt, ég var að spila þetta lag á hann í Gíslamartinni, þess vegna ég klæddi eins og múmía og hérna, já, þetta er annars skiptið sem ég spila þetta, þannig að tjekkum hvernig það fer. Sem er eitt hangir eða plakatið upp á vegg. Sem er eitt. Það er illa að gera atriði. Eru þið tilbúin á? Ertu búin að plana lífið þitt í gegn? Sita á þig. Þetta var einhvern veginn svona sko. Hvar mistum við frá þig? Ok, það er fullt af gínum, er þið ready? Þú spyr mig lífið og framtíðina, það öllu stígum í kvíði, því þú ert ekki það, hann á öll rétt,
Hann fullkomið svar, staðreyndin sú hann ekki þú. Hann ekki þú. Ok, hvað gerist þú aftur? Já. Ok, hér Gína. Tilbúin. Hugsa mér sem að spyrja kvöldin hvað hefurðu gert. Efasemdir því að hjarta mitt enn brotið í tvennt. Ertu líka spyrja hvar mistum við þráðinn? Þú spyrir lífið og framtíðina Ætist yfir mig hvíti því þú ert ekki það. Hann á öll réttu orðin, hann fullkomið svar, staðreyndin sú hann ekki þú. Hann ekki þú. Þetta erfitt, ertu að grínast það? Ég gerir svo mikla grein fyrir hvað það lítur astanlega út. Ok. Þú spennir lífið og framtíðina Ætlust yfir mig hvíti því þú ert ekki þar. Og svo koma dansarar inn. Er þetta þig? Dansarar inn. Er þið tilbúin? Ok, og svo ætlum við að hoppa. 1. Varstu tilbúin? 1, 2, 3, Yeah, yeah, hann ekki þú. Tækja mig þér allan og sorry, ok. Og að dansa út af og ég fer upp á svið. Já, herðu, ok. Núna fullt af fólki saman, eða ekkert svo margir, en nokkra allavega. Og þið ætla að taka í manneskinu og hliðina okkur, þið ætla að gera hérna. Þið sem eru með mér hérna. Takið í höndin á næsta manni. Og þið eru að gera þetta líka heima. Og hérna, svo ætla ég að horfa í augun á næsta manni. Halló, Jakob, Jónas, Gunna, eitthvað. Og svo ætla ég að setja hendurnar upp. Og segja, hei! Þú ert bestur í heimi! Hei, herra, hei! Þú ert bestur í heimi! Woo! Ok, dansum smá saman, er þið til í það? Ok. Stundum leið þó það sé ekkert Manneskjan sem að ég ringi þegar ég
þú vísaðu henni að vilja spila eins og þú alveg eins og þú Ég veit alveg hvernig ég hafa hvernig ég læg Þú ert fyrsta manneskjan sem að ég ringi í þegar ég græð Ég veit alveg hvernig ég hafa hvernig ég læg Er þetta að setja myndalinn á þau, ja? Let's go! Hey, 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 ég fer í burt og gleymi Þú ert alltaf til staðar þegar það reynir Sorry, beða sem að ég segi Ég vil að þú vitir, þú ert bestur í heimi Ég vil að þú vitir, þú ert bestur í heimi Stundum er ég leið að það sé ekkert að Leita en hvað ég að leita að Ég veit ég til þér í burt og gleymi Þú ert alltaf til staðar þegar það reynir Sorry, beða sem að ég segi Ég vil að þú vitir, þú ert bestur í heimi Herðu, þið megið velja næsta lag, hvaða lag vil ég heyra? Sólblóm Ég heyrði Sólblóm Fine by me Gekkja svo Ok, Sólblóm Ok, prófum Sólblóm Ég hef aldrei sungið það live, sko Ok, það kemur svolítið langt intro Og þú veist, þið eru bara með mér í þessu, eða ekki? Gætt. Ok. Er ekki næs að vera á enga tónleikum, eða? Þið borgið mér á eftir, eða ekki? Það er eins gott. Ok. Þá erum við smá í cozy gear, bara. Og hérna, við heyrum í rigningunni. Eða snjónum, eða haggilunni, eins og það er núna. Ok. Veit ekki hvað ég sjá Þegar ég loka augunum Skýin svo tóið og grá Sama hvar ég er Heimurinn snýst rætt í hring Er samt ekki á hreyfingu Ó, það er erfitt að syngja þetta Hvort það er rétt eða rangt Að fara frá þér Ok, þið kunnið þetta Kannski Víst
hvað núna? Er ekki síðasta lagið eða? Ok, þá ætlum við að gera smá cozy stemmingu. Og hérna... Er ekki Esjan eða? Já, ok, nice. Herru, þá með ég taka þetta manneskinu við hliðina okkur. Og hérna, takk hérlega fyrir mig. A pleasure. Ég ætla að setjast bara hérna. Þið kunnið þetta lag, eða ekki? Ok, ég fæ ykkur til að syngja með eftir það. Þið hérna heima, takk fyrir mig, syngja endilega mig. Sveittir fætur og hvern annan í takt. Eftir ein breiðan vegi sem liggur í öfuga átt. Gróðurinn grætur og þögnin hann segir svo margt. Allt síðan tekið samt svo mikið ósatt. Ég sver að grasið var grænna og fjallan hér allt svo litlaust og grænt. Ég leitað og leitað. Eru tilbúin á? Að heimsendu og gerði allt sem ég var. Esjan falleg. Heyri ekki neitt. Nei, augun þín glitra eins og hafið svo djúpt og stingur í hjartað. Að vita ég sé of seint, en ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur heim. Ég ætla að koma til ykkur hérna. Reyna að telja með trú. Æ, við aðeins, ég nann ekki að syngja aðeins svona. Ok. Gengur svo hægt, en ég komin til ykkar nú. Ok. Ó, hvað gott að vera með ykkur. Sver að grasið var grænna og fjallan hér allt svo litlaust og grænt. Ég leitað og leitað fram að heimsendu og gerði allt sem ég var. Og svo þetta er mjög dramatist sko, alveg bara kemum leið aftur heim. Kemum leið Takk fyrir.